eignast öll spendýr afkvæmi á svipaðan hátt? Og hvað að vera spendýr og í hvaða hópa skiptast þau? Spendýr eru dýr sem næra afkvæmi sín á mjólk. Það ekki einu sinni öll spendýr með eiginlega spena. En þau næra afkvæmi sín á mjólk og þau eru með hár. Að minnsta kosti einhvers staðar á líkamanum eða einhverjum hluta ævinnar. Skiptast í þessa þrjá hópa, nefdýr, sem eru dýr sem verpa eggjum. Það ekki öll spendýr sem eignast lifandi afkvæmi. Þetta eru dýr sem að lifa í Ástralíu og í kringum Ástralíu. Skiptast í tvo hópa, annars vegar breiðnefir og hins vegar mjónefir. Verpa eggjum, unginn sem skríður úr egginu í svona litlu greni ofan í jörðinni, sígur hárin á húð móðurinnar, hérna nokkurn veginn á svipuðum stað og önnur spendýr eru með spena. Það engir spenar, heldur sígur hún bara hárin og þá seitlar mjólkin út húðina svipa á sviti. Mjög frumstæði dýr og eingöngu til þarna. Pokadýr hins vegar eignast óþroskað afkvæmi. Það að segja, ganga frekar stutt með afkvæmi þó það séu stór dýr. Þetta eru kengúrur, kólabirnir, alls konar pokadýr, lifa í Ástralíu, kringum Ástralíu og í Suður-Ameríku. Og afkvæmi sem pínulítið skríður frá leggöngunum og upp í pokan sem getur verið heljar vegalengd fyrir svona lítið dýr. Krafsar sig bara upp hárin. Ofan í pokan leggst þar á spenna, fær mjólk og tekur raun seinni hluta fósturþroskans út í pokanum. Svo getur þau farið inn og út úr pokanum svona þegar þau ákveðið stór. Síðan eru það fylgjudýrin eða leggönguspendýrin. Þau eignast þroskað afkvæmi. Við erum fylgjudýr því að fylgjudýr þar myndast fylgja eða legkaka sem nærir fóstrið í móðurkviði. Þannig að fylgjudýr ganga miklu lengur með því að afkvæmin fá næringu og taka í raun þroskan sem að pokadýrin taka út í pokanum líka inn í leginn. Það eru kostur og gallar við þetta allt. Fylgjudýr eignast þroskuð afkvæmi sem að alla jafna eru tilbúin í lífið svona tiltölulega hratt. Ekki öll. Við til dæmis erum algjörlega ósjálfbjarga þegar við fæðumst. Það fyrst og fremst af því að heilinn, það tekur hann lengri tíma að þroskast. Ef við tökum grasbíta, til dæmis bara lömb, þau geta farið að hlaupa nokkra klukkutíma gömul. Gallinn við þetta kostar meiri orku, aðeins meiri áhætta fyrir móðurina. Hér kosturinn að þetta reynir minna á móðurina, en gallinn að afkvæmin ákveðið óþroskuð og svolítið svipi á nefdýrunum því að afkvæmin eru frekar óþroskuð þar líka.